Já, hæ sportdrekar. Nú ætla ég að gera spá fyrir ykkur. Og það bara svona á næstunni. Það sem að gerast á næstunni. Gæti verið næstu 3 mánuðirnir á næstunni. Eða þá, já, ég var bara að hlæja sjálfum mig. Eða þá bara næstu dagar, þess vegna sko. Bara hvað sem kemur í spilunum til ykkar sportdrekar. Og ég var búin að draga fyrir ykkur þetta spil hérna. Og þetta Merkaba. Og þeir megi bara náttúrulega bara googla og lesa ykkur þetta líka, ef þið hafið áhuga á svona. Og Merkaba svolítið líka svo Chariotinn í tarotunum. Það svona hreyfing og það eitthvað, hjólinn farin að snúast eitthvað, eða eitthvað fara að gerast, einhverjar breytingar. Og það getur verið bara bíll eða flutningar. Það eitthvað svona á næstunni sem að gerast hjá ykkur sportdrekar. Þið gerir kannski kaup á einhverju. En það eitthvað svona hjá ykkur sportdrekar núna á næstunni. Og þetta bara eitthvað sem að, kannski þið svona farin að hugsa út í það, en þetta eitthvað sem er bara hjá ykkur núna. Það hérna líka stjörnumerki fyrir ykkur, fyrir sportdrekan. Já, þetta gleraugu. Það eru fiskar, Libra, það núna október og mars 10 og já. Gæti verið svona búin að vera eitthvað svona undanfarið svona þið hefur haldið ykkur svolítið til baka eitthvað og svona, en það svona eitthvað, kannski eitthvað eitt undir eitthvað, að fara að gera eitthvað breytingar. Og það svona, október rosalega eitthvað svona, kemur fast hérna inn hjá okkur. Og fiskarnir, þetta eitthvað sem eitthvað langar að gera, kannski líka. Svona draumar og eitthvað svona. En já, það gæti verið eitthvað í Vog eða fiskamerkinu. Eða Steingirnin kannski. Svo ætla að fá hérna chakra, það crown chakra. Og það eitthvað, þið kannski búin að vera fyrir svolítið svona kannski, já, gránt ykkur aðeins. Svo ætla ég að fá hérna 2 úr þessu oracle-spilum fyrir ykkur. Já, ég ætla að byrja á kort sem ég var búin að skrifa og búa til fyrir ykkur löngu. Því ég var duglegust. Og ég ætla að fá eitt hérna fyrir sportdrekan. Eitthvað sem þau þurfa að fá að heyra frá heilum andar alheimsins, hvað maður kalla á íslensku. Ef þau fá wolf spirit. Ég að fá annað. Ok, þið fenguð ból
sem bara bolti. Já, passa við að segja þess að hjólið farin að snúast. Það eitthvað svona boltinn farin að snúast. Ok, númer 20. You are in a hurry for more activity and better life. Your world is changing. The big opportunity that comes only once in a lifetime to transform you, to take advantage of new opportunities. Now is a good time to take a chance. Já, það getur verið að fá líka hérna fæðarsen og það er eins og þið eru að fara að taka svona breytingu og langar að það er eitthvað svona sem þið eru að fara að gera og þetta er eins og næstu eins og nýbyrjun af okkur, þetta segja. Og það gæti verið svona eitthvað sem kemur inn sem að þú þarft að taka ákvörðun hvort að þú viljir gera eitthvað í eða eitthvað svoleiðis sko. Það er eins og, já, það er bara góður tími að taka einhverja breytingu. Það er, skortir ekki, það er bara, þetta er ykkar mánuður og þið er afmæli og bara gerið eitthvað svona, ekki láta ykkur eitthvað svona vera á stöðunni eitthvað staðar. Stöðunni í hugsunum ykkar, eitthvað. En ég ætla að fá 2 af þessu og ég ætla líka að sjá. Það eru tölur hérna á þessu hérna. Og ég ætla að sjá hérna bara hvað þið fáið. Það er ykkar englanúmer líka í leiðinni. Og þið getið googlað það líka. Það eru skilaboð þar til ykkar. Og fyrir sportið þetta hana. Sjá líka. Næstinni. Þetta er svo. Já, þið fenguð 415 er ykkar hérna englanúmer og þið fenguð hérna þetta authority þetta er svona eins og emperor eða þá, þetta getur verið líka bara, þetta er eitthvað svona, getur verið samtu við yfirvöld eða eitthvað svona eða þá þið að taka svona stjórn á okkur og temptation það er eitthvað hérna eitthvað tækifæri sem ykkur að fara að bjóðast til ykkar, ég segja. Það er eitthvað svona, þið þurfa svona að ákveða. Þetta er eitthvað samt við það. Þið þurfa að taka eitthvað svona ákvörðun og þetta getur verið breytingar inn á húsinu. Já, með flutning kannski líka, því sé lykil hérna líka. Eða þá þetta er eitthvað svona breytingar sem er svona stærra heldur en bara svona eitthvað pínu. Þú veist, það er bíll og hús eða flutningar og þetta er svona, getur verið eitthvað samt við fjárhaginn líka að þið eru að fara að taka eitthvað svona í gegn. Gera eitthvað svona stóra breytingar hjá okkur á næstunni. Þetta gæti eitthvað líka sem að getur verið bara eitthvað samt við desibel líka. Nóvember, desibel. Kannski eitthvað að fara að ganga upp þá eitthvað líka. Og hérna númer 28. Eitthvað, kannski er það að bíða eftir eitthvað fréttum 28. eða eitthvað samt við það.
Gæti verið líka einhver ný manneskja líka komin eða er símkól eða eitthvað hlið sko. Gæti verið einhver þá í færisenn, hrútiljóna eða búamaður. Það er ekki endilega að vera. Eða eitthvað tengt því. Eitthvað. En mér finnst þetta að vera sko eins og það er eitthvað svona sem þið getið fagnað og það getur verið fréttir, getur verið samskipti við eitthvað. Það er eitthvað samt við rósir og blómvönd. Ég fann það líka áðan hérna hjá ykkur sportdrykkar. Það er eitthvað sem ég geti fagnað og það getur verið eitthvað samt við vinnuna líka. Svo gjöf. En ég fá meira. Ég er bara svona rétt að komast inn í þetta hjá okkur. Og meira fyrir sportdrykkan, 11, 30, sportdrykki, Six of Pentacles, Gifts, já gjöf, sjáðu hérna. Það er þetta hérna, 6 og 6 svona það er eitthvað sem er að koma inn og þetta tengist svona peningalega. Það getur verið að þessi sem vera já getur verið tengt vinnunni líka. New Avengers í byrjun á einhverju og svo tjárautin hérna líka aftur. Við sjáum meira. Þetta er sportdrykkan. Þetta er svart drama. Gæti verið að þessi líka búin að loka, það er eins og þessi sé svona einhver kafli búið með eitthvað, kannski er ég búin að vera í einhver svona drama fram og tilbaka, samskiptum einhverjum við einhvern eða eitthvað. Það er eins og það sé búið, það er eins og sé að koma svona balans á það núna næstinni. Eða komið núna, það verður. Ég fæ svona sterkt hérna fyrir suma hérna, þá er þetta eins og atvinnubreyting. Það getur að fara í atvinnuviðtal eða eitthvað svoleiðis sko. Það er búið eitthvað fara í laun kannski. En já, ég ætla að spyrja samt ástamálin kannski. Ég ætla að nota Harry Potter í það. Þetta er bara svona venjuleg spil sko, hérna, en með eitthvað svona myndum. Byrjum eitthvað með ástamálinn hjá sportdrykkunum. Hvað er að koma inn í ástamálunum? Þið var Jóker. Tíu láta. Queen of Swords.
Það gæti verið að sé ykkur hérna sem að ef þú ert karlmaður þá gæti verið kannski 2 drottningar hérna eða eitthvað svona á okkur 2. En þetta gæti verið, það hérna svona eins og nýbyrjun hérna, og það einn sem að er, já, ef þú ert karlmaður þá ertu með svona 2, það eru 2 sem að þú ert að sýna áhuga og ert tilbúin að fara eitthvað lengra með. Don't be greedy, nei, en svo ef þetta er kona með ástamálinn þá er þetta þannig að sko að það er hérna maður sem að er að sýna miklu áhuga sko, og er svona að reyna að koma sér inn. Það getur verið þetta geta týnst svona eins og þetta er eins og það þekkst áður og eitthvað svona sko, og þetta er eitthvað svona allavega er þetta eitthvað svona einhver maður sem er að sýna miklu áhuga og er kannski eftir að fara að opna sig betur til því, til að segja. Og ég sé hérna tvíbura, vatnsbera og vogina, og svo er hérna líka krabbi, fiskur og sporðdrykki. Það er einhver að koma inn og það getur verið bara núna í nóvember eitthvað svona sem er eftir að koma inn, og þetta getur verið svona byrjun á fyrir. Það er nokkuð meira. Já. Gæti líka verið einhver rauðhærður sem ljóst og döggt. Það er bara svona allar hálf týpur hérna. Ég er bara að segja á því ég er að horfa hérna. Það er meira fyrir sportdrykkan. Fyrir svona versta árinu. En það er bara svona eins og sé bara góði tími til þess að fara að taka ákvarðanir, koma svo úr svona slömbur og eitthvað svoleiðis hjá einhver. Það er svona, að koma inn eitthvað svona nýtt. Temptation og já. Já, er eitthvað sem við drykkju eða eitthvað svona það getur verið líka svona fögnur eða eitthvað sko, en það er eitthvað sem tengist hérna líka hjá okkurum drykkju eða eitthvað svona sem er ekki alveg nógu gott fyrir mann, og það getur verið að þið sé eitthvað svona að taka okkur í gegn með það eða svona komin út í eða eitthvað. Það meira verið sportdrykkan.
bara allt æði. Það ég held að svona, ef þið eru single þá sko að fara í fast samband bara eitthvað samt 6 mánuði, getur verið 6 dagar, 6 vikur. Það eitthvað sem maður vill koma og vinna með og það eru svona þessar breytingar sem eru að koma inn sko. Myndi ég segja. Bara mjög gott. Það allavega, það getur verið líka plan hérna, ef þið eru kannski búin að plana einhver hérna ferðalag líka og þetta svona út í heim. Sjá hérna heimur og svo hérna að fara eitthvað. Svo bara svona enda eitthvað. Það hérna sterkt já, bara sama og ég sagði áðan, sömu stjörnumerki. Sé líka, það líka nautiljón, en það líka sem að standa upp og líka. Judgment. Það einhver ákvörðun sem við takið upp, það eitthvað sem stendur upp og sem við takið núna að fara að taka upp. Það eitthvað svona, það eitthvað svona ákvörðuntaka sem við þurfum að taka til að gera einhverja breytingar. Og þetta eitthvað svona, kannski eitthvað sem í tarotspilinu, kannski fengu eitthvað frétt frá mér, nei. En já, að þið takið eitthvað svona, einhverja breytingar núna og þið fáið einhverja fréttingar. Já, og þetta svolítið smá svona þess að kemur eins og svona támundi, svona, þetta kemur svona þannig smá svona eins og imbalance, þetta eru fréttir. Two of Pentacles, það hérna Two of Pentacles hérna líka. Já, kemur ykkur svolítið úr balans svona smá stund, í smá tíma, en svo þetta bara eins og, ég myndi segja, að hérna, þetta eitthvað sem þurft að gerast bara. Og hérna kemur uglan hérna, og fréttirnar hérna, Two of Pentacles. Og þetta eitthvað sem að, já, svona innstæðinni voru eins og voru búin að vera að bíða eftir eitthvað svona. Og það bara loksins koma að þessu, kannski voru svona undir meðvitund eitthvað búin að vera að bíða, eða þið vissi að þetta var að fara að koma inn og voru svona eiginlega bara svolítið fegin að geta klárað þetta. Og þetta bara svona svolítið þannig. En ég ætla að láta þetta duga bara fyrir ykkur hérna sportryggi. Þetta það sem ég sá í spilunum fyrir ykkur. Bye!